Árleg sparaksturskeppni Félags íslenskra bifreiðaeigenda og Atlantsolíu fór fram á dögunum þegar 19 keppnisbílar óku þjóðveg 1 frá Reykjavík til Akureyrar. Markmið ökumanna að komast þessa 380 km leið á sem minnstu eldsneytismagni. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að keppninni sé ætlað að varpa ljósi á raunnotkun eldsneytis á þessari algengu leið og beina sjónum að þeim tækifærum sem liggja í því að aka á yfirvegaðan hátt. Og markmiðið bara að bílarnir aki þessa leið við sem eðlilegastar aðstæður og þá setja sína meðal annars neytendum fram á það hvað kostar að keyra þessa bíla þessa leið. Hvernig eru reglurnar? Reglurnar eru mjög skýrar. Bílarnir verða að halda þeim umferðarhraða sem er ríkjandi. Þannig að ef bíll er of lengi á ferðinni þannig að reyna að spara eldsneyti með því að keyra hægar, þá fær hann refsistig sem reiknast til aukinna eldsneytisnotkunar, þannig að það kemur illa út fyrir ökumenn, þannig að þeir eru að passa sig að halda tímarammann og vera þess vegna á eðlilegum tíma þessa leið. Og þeir eru með alls konar bíla, þetta eru bæði jeppar og fólksbílar, en þetta kannski endurspegla ágætlega svona bílaflotan eða eitthvað? Já, þetta er svona þversnið bílaflotans á Íslandi og þetta eru allt nýjir bílar auðvitað og það sýnir líka hvað nýjir bílar eru orðnir svona betri hvað snertir eldsneytisnotkun, þannig að við erum að kynna það líka sem er auðvitað jákvætt bæði fyrir neytendur og svo gagnvart umhverfinu. Hitt er líka að þessi nýju bílar eru flest miklu öruggari en eldri bílar. Þannig að við leggjum mikla áherslu á það að menn hagi sér nákvæmlega í samræmi við lög og reglur. Þannig að þess vegna er komið fyrir búnaði í öllum bílunum frá Arctic Track sem er svona sagabúnaður sem fylgist með akstri bifreiðanna og verði ykkur uppvísa því að brjóta umferðarlög, keyra á hratt eða vera með óeðlilegt aksturslag, þá kemur það til refsingar og jafnvel til frávísunar úr keppni. En ég get upplýst það hér að það mun ekki koma til neinna frávísunar og allir ökumenn sýndu af sér góða aksturshegðun og það er ljóst eftir að við höfum farið yfir skýrslurnar að menn hafa verið til sóma á ferðinni. Og hvernig hefur þetta verið að koma út? Hvað geta menn sparað mikið á þessari leið með því að keyra skynsamlega? Við höfum eftir að fá endanlega útreikninga en mér sýnist að við séum að sjá hérna bíla sem eru að fara og undir 3.000 krónur Reykjavík Akureyri. Það er ansi gott verð. Já, það er mjög gott og þessi bílar geta borið með sér ekki bara ökumann, heldur 4 auka farþega, þannig að þetta getur verið svona ágætt að hafa þetta í huga ef menn þurfa að skjótast. En hvað þarf helst að hafa í huga í sparakstri? Það er í rauninni bara að vera meðvitaður og huga að akstrinum og það er eitt líka gott við það að vera velta fyrir sig hvernig maður ekur, hvernig aksturslagið er. Að það eykur vitund og þar með eykur það líka umferðaröryggi. Þannig að þetta er margþætt þannig skilið, svo er þetta bara oft svolítið gaman að sjá hvað maður getur náð bílunum til dæmis langt niður. Á þessum nýju bílum þá er oft jafnvel bara hægt að nota þetta svokallaða cruise control. Það er farið að reikna þannig, tölvurnar í bílunum reikna aksturshegðunina þannig að þeir koma þær í bestun varðandi það að ná sem bestum árangri. Síðan það ef þú ert að keyra frá hvort keyrð á landi eða í bænum á Akureyri, Reykjavík og hvað sem er, þá að miða það reyna að halda flæði umferðarinnar sem er, reyna að halda grænum bylgjum þar sem eru ökuljósastýringar, taka frekar ákveðið upp í þann ökuhraða sem á að halda sig innan leyfðra hámarkshraðamarka og passa verið ekki að rykkja og vera í einhverjum sterkum inngjöfum. Það skiptir máli að keyra á jöfnum hraða. Það borgar sig ekki þá að keyra of hratt, vantarlega? Nei, það eykur eldsneytis. Þannig að svona jafnhraði, hann er bestur, en við erum ekki að tala að það borgi sig að keyra á 30. Eðal hraði fyrir nútíma bíla er í kringum 70-80. Nú hefur maður heyrt alls konar aðferðir, til dæmis að slökkva á útvarpinu og slökkva á miðstöðinu og alls konar svoleiðis. Virkar þetta til þess að halda niður kostnaði? Já, þetta hefur áhrif, kannski ekki mikið, en til að mynda að vera ekki með óþarfa toppgrind heldur eða óþarfa hluti á bílnum, eitthvað óþarfa hlass í bílnum, allt hefur þetta áhrif. Því að auðvitað þetta er eðlisfræði, það er verið að flytja einhvern massa frá A til B. Runólfur segir að nýju bílar séu alltaf að verða eyðslugrannri, en þó sé íslenski bílaflotinn enn frekar gamall. Og við bjuggum við það eftir hrun að það var nánast engin endurnýjun á bílaflotunum hjá almenningi. Við sjáum aukninguna fyrst og fremst í bílaleigubílum, en nú er aftur komið svona ákveðin drift í það að almenningur er farin að endurnýja bílana sína og sem dæmi þá eins og þau voru að segja hjá einu bílaumboðinu og þeir eru farin að selja svona hagkvæma 7-manna bíla sem er fyrir stærri fjölskyldur
og þessir bílar voru bara ekkert að seljast fyrst eftir hrun. Þannig að það sýnir sig að fólk hefur aðeins betri möguleika til þess að endurnýja og þá kemur á móti að bílarnir nýju að eyða minnu og eru þannig útbúnir að þeir eru öruggari og við viljum jú þetta skapa okkur og fjölskyldu okkar sem mest öryggi. Veistu hvernig bílaflotinn í aldri samanborið við nágrannalönd til dæmis? Við erum svona með elstu bílana í Evrópu, það verður að viðurkennast. En þetta er svona virðist vera að síga örlítið í rétt átt núna. En það er ekki bara aldurinn, það er líka viðhald bílsins eða ekki og búnaður. Viðhald skiptir miklu máli og bara halda bílnum reglulega við, tryggja það að hann fari í smurþjónustu og svo framvegis í samræmi við leiðbeiningaframleiðanda og það er bara eitt svona einfalt ráð sem að kemur bæði vel gagnvart eldsneytisnotkun og líka gagnvart bara viðhaldi og endingu hjólbarða. Það er það að mæla loftþrýsting svona jafnaðarlega 1-2 í mánuði og hafa loftþrýsting í samræmi við leiðbeiningaframleiðanda og þetta er yfirleitt inn í hurðarstaf eða stundum inn á bensínloki og bara fara eftir því, fara yfir loftþrýstingin, það skiptir miklu máli. Dekkin, þessi litlu 4 lóa fletir sem á jörðinni, þetta er mjög stórt öryggisatriði og það skiptir máli að vera á góðum hjólbörðum og passa upp á loftþrýstingin. Og heldur að fólk sé að verða meðvitaðar þessar leiðir? Já, mjög margir að velta þessu fyrir sér og svo bara hefur þetta áhrif á aksturshegðun bílsins þannig að fólki finnst bara gott að vera með í lagi. Út frá umhverfissjónarmiðum er endurnýjun bílaflotans mjög mikilvægt atriði og ekki síst aukin áhersla á vistvæna orkugjafa. Og nýju bílarnir eru þeirra náttúru og þeir eru að láta minna af sér á óæskilegum efnum út í umhverfið og svo erum við að sjá eins og hérna í þessari keppni fullt af bílum sem eru með svona blendingsmöguleika. Hérna eru bílar, svokallaðar hybrid bílar, það er að segja bílar sem bæði eru með plug-in rafmagn eða það er hægt að setja það í samband og hlaða inn á rafmagni og þeir nýta rafmagni til þess að keyra til dæmis eins og í þéttbýli og minni hraða og síðan nota þeir líka bensín á móti þannig að það er sú þróun vaxandi og þetta erum við að sjá aukna þróun í átt að rafbílum og þannig að það er mjög spennandi tímar og við höfum hérna til dæmis á Glerártorgi þá horfum við hérna á hleðslustöð frá Orku náttúrunnar og þarna er bíll í hleðslu þannig að þetta er alvöru valkostur í mörgum tilvikum fyrir fólk. Og getur fólk einhvers staðar nálgast upplýsingar leiðir til þess að spara og menga minna til dæmis hjá ykkur í Félagi íslenskra bifreiðaeigenda? Já, það er inn á fib.is, þar eru leiðbeiningar varðandi hvernig á að spara í akstri. Það er bæði varðandi sparakstur og svo hugsa umhverfið áður en ekur á stað.